Takk Gísli. Einu sinni var internetið aðalega notað til að fara á Alltaf Vista til að leita myndum af Pamelu Andersson, en í dag það eins og að vera fastur í búningsklefa með Guðjóni Þórðarsyni árið 1994 og hann hættir ekki að öskra. Samfélagsmiðlar eru ennþá að þurrka fróðurnar úr munnvíkunum eftir viðtal Sindra Sindrasonar við Töru Margréti Vilhjálmsdóttur á mánudaginn, þar sem hann sagði meðal annars þetta. Ertu að meina að ég hafi verið í... Já. Veistu hvað eru mörgum millidópum? Ég hommi, ég á litabarn, það ættleitt. Ég fyrsti samkynhneigði maðurinn til að ættleiða á Íslandi. Ég giftur útlendingi, hálfum útlendingi, þannig að við skulum ekki fara þangað. Nei. Ómögulegt var að reyna að ná utan umræðuna sem fór af stað í kjölfarið, en við fengum allavega nýtt hugtak og komumst að því í kjölfarið að epalhómar eru eiginlega ekki minnihlutahópur. Fáránlega vel gert. En internetið fekk fleiri tækifæri til að fróðufella í vikunni. Tvær konur vilja opna umræðan píkuna og virkir í athugasemdum tóku því ekki þegjandi og hljóðalaust. Ég veit ekki í hvaða veruleika þessi tveir sem halda karlar tala ekki tittlingana sína búa, því ég er 32 og hef varla talað annað. Hann heitir í höfuð á Charles Barkley og við höfum gengið í gegnum súrt og sætt saman. En internetið var svo brjálað út í Sindra að það gleymdist alveg að allir voru brjálaðir út í útvarpsmanninn Frosta Logason. Áður en Frosti tók við keflinu af Sindra og sagði hann að tónlistarkonan Hildur hafi ekki átt skilið að vinna íslensku tónlistarverðlaunin og eitthvað á það leið að karlar voru líffræðilega betur til þess fallin að tromma ákveðna tegund tónlistar vegna þreks og aflsmuna. Talandi það, Katrín og Sara, hvað finnst okkur líffræði svona almennt? Teen Point 4 is open and ready for fitness. Katrin Davidsdottir and Sarah Sigmundsdottir going head to head. Takk. Umræðan var í kjölfarið eins og húsfundur í Hlíðunum og eftir mikla orra hríð birtu 236 trommarar, þar af 4 konur, yfirlýsingu þar sem kom fram að trommuleikur væri alls ekkert karllægur. Hópurinn leit einhvern veginn svona út og kynjahlutfall vissulega kaldhæðnislegt. Það þarf samt ekki að kafa langt undir yfirborðið til að sjá að þetta hlutfall einmitt kjarni málsins. En að hlæja þessu eins og að vera 5 ára og horfa á Simpsons. Maður skilur ekki tilvísunina í Terminator 2, en hei, Homer að kyrkja Bart. En í staðinn fyrir að benda og hlæja ætti fólk að sjálfsögðu að velta fyrir sér af hverju þetta sé svona. Hversu margar stelpur fá ekki eða hreinlega vilja ekki einhverjum ástæðum gera það sem það þykir skemmtilegt og töff. Af hverju suma konur orðnar fertugar þegar uppgötvað að það eru engin lög sem banna að það lyfti þungum lóðum? Og af hverju ennþá til fólk sem tekur róandi ef flugstjórinn kona? Auðvitað snýst þetta ekki það sem Frosta finnst Hildi eða það sem Frosta finnst konur sem tromma. Þetta snýst að samfélagið sem okkur finnst voða frjálst og opið raun svo lokað og heftandi að fólk þorir ekki eða hreinlega fær ekki að vera það sem það langar að vera. Þess vegna eru karlar í yfirgnæfandi meirihluta í stjórnum íslenska fyrirtækja og stýra 91% af peningunum á Íslandi. Þess vegna eru bara 2 konur í hópi 11 hæstaréttardómara og þess vegna eru við fyrst núna að nálgast jafnt kynjahlutfall á Alþingi rúmlega 1000 árum eftir að það var sett. En þetta frjálsa samfélagi líka að skila sig körlum sem get ekki lesið sér til gagns, mennta sig ekki, fá síður forræði við börnunum sínum og eru því miður grátlega líklega til að ákveða að eina leiðin út sé að svipta sig lífi. Þetta eru sem sagt 2 hliðar á sama peningnum og það breytist lítið ef við látum eins og réttlátara samfélag sé hagsmunabarátta aðskilinna hópa en ekki sameiginlegt markmið okkar allra.